komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Hættu þessum aumingjaskap, farðu út að labba og borðaðu meira grænmeti. Þetta meðal þess sem þunglynt fólk fær iðulega að heyra, en fordómar gagnvart þessum sjúkdómi eru enn miklir. 20% landsmanna þjást af þunglyndi einhvern tímann á ævinni og Sigþrúður Þorfinnsdóttir lögfræðingur ein þeirra. Hún býður sig nú fram til stjórnlagaþings og bendir á að hún sé ekki sjúkdómurinn þó hún hafi hann. Hún vill að fólk í hennar stöðu tali opinskátt þunglyndi og geri sitt til að gera samfélagið upplýstara og betra. Sindri hitti Sigþrúði á dögunum. Sigþrúður var greind þunglynd 30 að aldri. Hún segist og hafa þjáðst af kvíðaröskun frá unglingsaldri. Eftir röð áfalla í lífinu hrundi hún niður einn daginn. Ég var lengi í afneitun og reyndi að mæta í vinnu og standa mig á öllum sviðum lífsins af því að mér fannst eins og ég ætti alveg að geta höndla lífið eins og hver annar. Og hvernig lýsti þetta sér? Það er líka hægt að lýsa andlegum sársauka. Þetta er enga helvíti sem enginn skilur nema að hafa gengið í gegnum það sjálfur. Maður efast algjörlega eigin getu og eigið ágæti. Og ég náttúrulega þurfti að fara af vinnumarkaði og maður náttúrulega einangrast félagslega og svo þegar maður þarf líka að díla við fordómana, öðruvísi að verða andlega veikur heldur en líkamlega veikur. Sumir koma bara mjög hreint fram og segja, þetta er bara aumingjaskapur. Drífðu þig á lappir, hreistu þig við, löpum upp esjuna, borðaðu meira grænmeti, eitthvað slíkt sko. En svo svona líka, á svona lúmskan hátt, svona einhver útilokun og fleira. En fólk er alveg ófeimið við að segja svona beint við mann sko. Ég hitti til dæmis konu í Sundi í sumar sem ég hafði kynst fyrir 3 árum og hún var að spyrja mig hvernig ég hefði það. Og ég sagði bara, ég var miklu betri og þá sagði hún, já, það er gott að gera þér grein fyrir því. Hún hefði ekki sagt þetta við mig, ef þetta var einhver líkamlegur sjúkdómur. Þetta gerir mig grein fyrir því, að mér líður betur. Og svo sagði hún líka, já, þú þarft ekki að vera að tala þetta við alla. Það er ekki svona eins og ég ráðist á fólkinu út í búð og alveg, ég er þunglynd. En svona kemur þetta fram, sko. Fyrst líka þurfti maður að díla við eiginlega svona sína eigin fordóma. Að, þetta getur ekki verið að koma fyrir mig. Og ég meina, af hverju? Ég er sterk manneskja og ég meina, af hverju ég? Ég á alveg að geta höndlað þetta allt saman. Og auðvitað er það náttúrulega, hjálpar manni ekki að fá ekki stuðning. Maður er frekar svona rifinn niður. En hvernig vilja sjúklingar láta koma fram við sig? Er í lagi að koma bara og spyrja? Já, þetta er til dæmis eins og 2 nánustu vinir mínir. Þeir fóru til dæmis í svona aðstandendaviðtal á göngudeild geðdeildar til þess að skilja þetta betur. Af því það er svo erfitt fyrir fólk að skilja eitthvað sem það hefur ekki upplifað sjálft og það sér ekki, það veit allir hvernig líkamlegur sársauki er, en það skilja ekki allir, andlegan sársauka. Og það er líka það að ég átti vinkonu sem lést úr krabbameini fyrir 3 árum. Og það sem hún þurfti að ganga í gegnum var líka andlegir erfiðleikar við að díla við sjúkdóminn. Fólk var að sjálfsögðu alltaf að spyrja hana og ég til dæmis spurði hana alveg út í hörgul, hvernig lýsir þetta sér, hvar er þér illt og hvernig og hún svaraði þessu öllu. Það frekar að fólk sem forðist mig. Það er enginn sem segir við mig hvernig líður þér. Hvernig hefur það? Þetta er frekar svona Hversu langt leit varstu? Á tímabili hugsaði ég að hverfa úr þessum heimi. Af því að þjáningin var það mikil og ég sá ekki að ég væri að gera eitt eða neitt gagn fyrir einn eða neitt. En sem betur fyrir þá tók ég ekki það skref. Hvað stoppaði þig? Það stoppar mig fyrst og fremst dóttir mín og svo að sjálfsögðu, maður má aldrei missa vonina. Það er bati, það er aldrei svo svart, það verður bjartara ef maður fær réttu aðstoðina og leitar eftir henni.
Hvernig tekst fjölskyldan á við þetta? Bara, ég var reynda mjög litla og sundraða fjölskyldu svo að ég var náttúrulega fæ fullan skilning frá mínum nánustu, mínum vinum og mínum nánustu fjölskyldu. Og dóttirinn? Dóttirinn, hún náttúrulega bara 9 ára og ég náttúrulega fór að útskýra þetta fyrir henni og það sem var útskýri fyrir svona litlu barni það að mömmu sé stundum illt í hjartanu. Og líka það að fólk geti verið ástæðan fyrir því að ég sé að tala þetta það að reyna að koma í veg fyrir það að fólk sé eins og það sé stundum vont við fólk sem með ósýnilega sjúkdóma. Og hún veit alveg að ég þunglynd en hún hefur ekki fundið fyrir þessu því að ég fráskilin en pappinnar hefur verið alveg bara æðislegur í því að taka hana þegar ég er veik. Svo hún hefur aldrei séð mig veika, þannilega. Eins og fyrr segir býður Sigþrúður sig fram til stjórnlagaþings þar sem hún segist vilja leggja sitt af mörkum til að byggja hér upp nýtt og betra samfélag. Ég er ekki sjúkdómurinn. Ég er með sjúkdóm en ég er svo margt og mikið annað heldur en þessi sjúkdómur. Man finnst í raun ótrúlegt að það séu svona miklu fordómar í kringum þennan sjúkdóm þar sem yfir 20% Íslendinga ganga einhvern tíman í gegnum þunglyndi af einhverri gerð. Hvers vegna er þetta svona mikið feimnismál? Ég hef bara ekki hugmynd ég þekki rosalega marga sem hafa átt við einhvers konar geðræn vandamál að stríða og það er þannig að þegar maður sjálfur byrjar að tala um sín vandamál eða veikindi að þá kannski í einhverjum hóp og þá er alveg 3, 4, 5 alveg bara já, ég líka en samt, fólk kannski vill ekki tala um þetta út af fordómanum en það þarf náttúrulega að verða einhver vitundarvakning og meiri skilningur á þessu í þjóðfélaginu. Þetta er ekkert grín og þetta er ekkert sem maður, rífur sig upp úr og það er mikill munur á því að vera dapur í einhvern tíma og allir eiga sína hæðir og lægðir en þegar þetta er orðið svona langvarandi ástand þá er þetta orðið þunglindi. Þegar þú getur verið á bömmir í einhverja dag en það er ekki þunglindi. Þetta er sjúkdómur sem dregur fólk til dauða. Sigþrúður segir að sjúkdómurinn hafi komið í veg fyrir að hún hafi fengið störf. Hún skrifi á umsóknirnar að hún hafi sjúkdóm en ekki tilgreint nákvæmlega hver hann er. Það er náttúrulega ekkert mál að koma að staði því að fyrsta sem, ef þú googlar nafnið mitt, fyrsta sem kemur upp er viðtal við mig í Mogganum fyrir 3 árum að ég sé með kvíðaröskun sem getur leitt til þunglyndis. Ég er ekkert að fela þetta. Mér hefur verið ráðlagt að fólki, verð ekki að tala um þetta og ferði í atvinnuviðtal og þótt þú sett spurð, segðu bara að það hafi eitthvað annað að þér. En það bara kemur ekki til greina. Ég er með þennan sjúkdóm og ég skammast mín ekkert fyrir það. Ekki frekar en ég væri með krabbamein eða eitthvað slíkt. Og ég ætla bara að lifa lífinu á mínum forsendum og ég ætla ekki að fela það hver ég er. Orðið geðveikur er mikið notað, eitthvað sé geðveikt eða þú sért geðveikur út af þessu eða hinu. Er þetta, særir þetta? Já, svona stundum. Og þetta, ég held að þetta sé notað í hugsunarleysi. Frekar en að fólk ætli sér eitthvað illt. Svo þetta, auðvitað elur þetta fordómum. Við þurfum að passa okkur svolítið hvernig við orðum hlutina. Þú tekur eftir þessu allstaðar? Já, ég tek eftir þessu. Ég held að við sem höfum átt við einhver geðræn vandamál að stríða að þetta stingur svolítið í augun hjá okkur. Þótt að kannski aðrir taka ekki eins mikið eftir þessu við. Hvernig líður þér í dag? Mér líður bara alveg þræl vel í dag. Ég er bara búin að sætta mig við það að ég er með þennan sjúkdóm sem ég þarf að læra að lifa með. Ég þarf að taka lyf alla mín ævi. En ég fungera alveg sem eðlileg manneskja ef ég tek lyfi mín og ég fer í samtalsmeðferð og þá get ég lifað alveg eðlilegu lífi. En það er líka mjög mikilvægt að leita sér hjálpar og kanna þá marga kosti sem í boði. Ég menn til þess meðferðaraðilar eru misjafnir og þeir eru margir og það er erfitt að hitta á þann rétta. Það þarf ofta að pröfa mörg lyf áður en það rétta finnst og þetta getur verið mikil þrautarganga.